Góðan dag. Fundur settur í bæjarstjórn Hornafjarðar föstudaginn 16. júní 2017. Þetta fundur númer 239. Mættir á fund eru Ásgerður Gylfadóttir, Kristján Sigurður Guðnason, Gunnhildur Imsland og Ragnheiður Hrafnkersdóttir, Sæmundur Helgason, Björn Ingi Jónsson og ég heiti Páll Róbert Matthíasson. Starfsmaður fundarins er Ólöf Ingunn Björnsdóttir. Og það eru svo mikið sem 26 liðir undir þessum fundi. Við byrjum á fundargerðum bæjarráðs 813 til 817, síðan er það síðasti bæjarstjórnarfundur og síðan koma málin eitt af öðru. Og ég held að það sé ekki eftir neina að bíða og við hefjum fund. Fyrsta mál er bæjarráð Hornafjarðar, númer 813, orðið er laust. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Það er þarna liður 8 undir fundargerð umhverfisnefndar sem er langar aðeins til þess að gera umtalsefni. Það er verið að ræða opin svæði og það sem við sjáum undir þeirri fundargerð er að það verið að skoða spá í svæði við Leiðarhöfða. En mér langar svona í kannski í tengslum við þetta að vekja máls að því að finnst bærinn okkar svona muna fífilsinn fegurri aðeins og þarf aðeins að skoða þessa aðkomu inn í bæinn, hvernig hún er að gera það snyrtilegri. Og mér finnst vanta svolítið umræðu það hvað á að gera, því að nú er júní hálfnaður og það er svo heilmikið í gangi og það er verið að gróðsetja og annað slíkt sem er bara gott. En varðandi að ég talaði nú aðeins malbik á síðasta fundi og ég hef ekkert séð þá hvað er verið að spá í að malbika þegar að því verður og kannski gott að þetta hvenær áætlað er að malbikunarflokkur komi á svæðið. Það eru svæði sem að hafa verið, eða eitt svæði sem að sérstaklega hefur verið talað í nokkur ár að setja bundið slitlag á. Það er svo sem ekki verið talað malbik þar heldur að setja olíumöl eða bundið slitlag. Það er planið við Mánagarð. Svona kannski spyrja hvort að það sé eitthvað glitt í það. Ég veit að það hefur dottið út vegna þess að verktakar hafa ekki komið á svæðið, en nú þegar það lítur út fyrir að það sé eitthvað að gerast í því, hvort að það sé á dagskrá. Og svo er ákall frá smábátasjómönnum að það verði huga að planinu þar við og spyrja hvort að það sé líka, því að það verði farið eitthvað í Óslandi, geri ég ráð fyrir. En það er kannski eitthvað sem getur komið eitthvað inn á þetta og svarað þessum málum. Og já, kannski, en við kalla eftir umræðu þetta í bæjarráði það hvaða plön eru liggja fyrir sumarið. Síðan er það í félagsmálanefnd til 5 sem við langar líka til þess að nefna eins. Það er launakönnunin, það er talað að það sé að detta enn niðurstaða þar úr. Ég fagna því og að það gerist núna. Það talaði júní. Það er enn 2 vikur eftir þar, þannig að það er svo sem tími í það, en vonandi bara fer það að detta í hús. Takk fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust. Björn Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég forvitnaðist aðeins þessa launaáætlun, launajafnréttiskönnun og félagsmálastjóri upplýsti mig að hann er komið með punkta og er að pressa á að það sé hægt að kynna skýrslu þetta niðurstöðuna úr þessari könnun á næsta fundi bæjarráðs sem verður 27. júní. Og ég lagði allt kapp á að það myndi gerast. Þannig að hann er komið með einhverjum svona bráðabirgðatölur og ég get svo sem alveg upplýst að þó ég sé ekkert með neitt annað en hann sagði að við lítum
alls ekki, lítum bara mjög vel út. Þannig að, en eins og segi, við leggjum ofurkapp á það að niðurstaðan úr þessu ferli verði kynnt fyrir bæjarráð 26. og félagsmálanefnd 27. júní. En það er varandi bæinn okkar, við getum auðvitað alltaf gert betur í því, ég er alveg sammála því, en það er búið að vera í skoðun akkurat þessi malbyggunar þættir og hjá tæknisviðinu að tína saman öll þau svæði sem menn hafa talað voru nefnt hér áðan og miklu fleiri, og það er einnig markmiðið að setja það allt saman fyrir bæjarráð á næsta bæjarráðsfund og fara yfir og reyna svona þess að forgangsraða út frá því sem þeim fjármunum sem í fjárhagsáætlun og það í rauninu hvaða verkefni við ætlum að vinna. Því það verður að segjast alveg svo þegar við erum búin að taka allan þann pakka sem er komið þar, við erum komin í nokkur 100 milljónir ef við ætlum að taka allt saman. En við reiknum með að geta unnið út úr þessu einhverja ára áætlun sem við getum þá unnið á vonandi jafnt og þétt hérna í frá. En það eru gangstéttir og göngustígar og náttúrulega götur og malbygg á eins og segir bílastæðum, þannig inn í Nesjahverfi, inn í Mánagarði og ég man eftir þessu umræðu með smábátabílastæðið einnig. Þannig þetta er allt að koma og þar á meðal líka í raun og veru verið að skoða þetta svæði sem er partur af þessu er akkurat inn í bæinn hann í kringum Þorgilslutin og þar í kring. Takk fyrir þetta, Björn. Og orðið ennþá laust. Undir fundargerð bæjarráðs 813. En það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að ég ætla að leggja þessa fundargerð undir samþykki fundarins og bið þá sem samþykkir að gefa mig merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Annað mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 814. Orðið er laust. Ásgerði, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það eru fræðslu- og tómstundasnefnd sem ég ætla að tala það eru forvarnarmálin þar undir. Þar var verið að ræða niðurstöður sem kynntar voru frá rannsóknum og greiningu, það hefur einnig verið rætt á velferðarteymisfundum og mér langar til þess að bara hrósa og þakka stjórnendum og kennurum í grunnskóla Hornafjarðar fyrir þeirra viðbrögð við þessum niðurstöðum sem komið þarna fram og hluta til alltaf framhaldsskólinn kom þar inn í líka þar sem var opinn fundur fyrir alla foreldra grunnskóla, eldri bekkja grunnskólans og framhaldsskólans þar sem var farið yfir þær niðurstöður sem okkur voru kynntar og síðan það frá 7. bekk og upp úr í grunnskóla Hornafjarðar og það er bara mjög góð viðbrögð og því að þarna kom náttúrulega fram að það er við að pottubrotinn hjá okkur í þessum málum varðandi áfengisnotkun, vímuefnanotkun og annað slíkt og það helst krakkar sem eru á framhaldsskólaaldri en það sem kannski er að mínu mati svona vekur manni áhyggjur er það að viðhorf grunnskólabarna í eldri bekkjum grunnskóla halda viðhorf foreldra til unglingadrykkju séu ekki rosalega neikvæð þannig að við bara veltum fyrir svo hvaða skilaboð þau séu að lesa frá foreldrunum því að ég held að þegar maður ræðir þessi mál í foreldrahópnum þá eru foreldrar mjög hissa á þessari niðurstöðu frá krökkunum en þetta er náttúrulega bara samfélagslegt verkefni sem við tökum að okkur og náttúrulega búið að ræða við foreldrana og ég skilst að það hafi verið alveg ágætismætinga á þessum foreldrafundi sem voru en mér finnst bara grunnskólinn hafa tekið þetta verkefni bara mjög vel og varpa þessu yfir til okkar foreldrana og til samfélagsins kannski í heild sinni því að við náttúrulega berum öll ábyrgð á þessum málum þó hver og einn náttúrulega vinni í því heima hjá sér en mér langaði til þess að hrósa þeim og vekja athygli á þessu að þetta er verkefni, þetta er hluti sem getur verið vandamál en kannski gott að líta það sem verkefni sem við getum snúið bökum saman í því að vinna að. Takk fyrir það, Ásgerður. Orðið er laust. Gunnhildur, gjörðu svo vel.
forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja á því að taka undir með Ásgerði og segja að mér finnst þetta er alvarlegt mál og gott að þetta sé komið á þetta stig að við áhyggjunum sem svolítið varpa til okkar foreldrana. En það líka hann að rafrettumál sem þyrfti líka taka svolítið vel á. Við erum að koma mjög illa út í þeim efnum hérna á Hornafirði og það er alveg niður í grunnskóla. En það sem langaði nú aðalega að ræða er hérna fræðslu og tómstundanefnd, það er annar liður. En þar er skóladagatal nýs sameinaðs leikskóla lagt fram og samþykkt í nefndinni. En þar erum við að veita aukadag sem hefur verið veittur síðustu ár og hefur ekki verið þörf á, skilst mér, og alls ekki vanþörf á honum núna í sameiningarferlinu og hafa hann inni. En ég vill bara benda á að þetta er orðin alveg heil vinnuvika sem að foreldrar þurfa að skipuleggja börnin sín annars staðar og bara ítreka það að þarna er inni einn aukadagur. Það kemur ekki fram beint í bókun nefndarinnar, þannig að því sé haldið til að það þarf að sækja hann sérstaklega á hverju ári, en hann er ekki láta hann verða sjálfgefin eins og hann virðist vera farin að verða svolítið í nefndinni. En ég ítreka það að það er náttúrulega mesta þörfin er núna fyrir hann, frekar heldur en oft áður. Já, takk fyrir þetta, Gunnhildur. Orðið er ennþá laust undir bæjarráði 814. Ef ykkur vill, og meðan við bíðum eftir því, þá er kannski gott að minnast á það að við erum stödd í fundarhúsinu í Lóni. Ég veit ekki hvort ég tók það fram hérna í upphafi fundar, en það er kannski ykkur glöggur áhorfendur átt að sjá því. En það er enginn sem kveður sér hljós undir þessari fundargerð meir, þannig ég legg hann undir samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er það bæjarráð Hornafjarðar 815. Orðið er laust. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er 5. mál undir þessari fundargerð sem ég ætla að fá að ræða um. Það er sem sagt, það er sorpmálin og það er komin niðurstaða í það útboð sem fór fram og eftir umræður og samninga við laxbjóðanda sem er Íslenska Gámafélagið EHF er sem sagt komin niðurstaða og í sorpmálin sem snýr að heimilum. Í sveitarfélaginu eru 460 heimili í þéttbýli og 130 heimili í dreifbýli. Niðurstaðan varðandi sorpmálin er sem sagt þessi að í þéttbýli verða 3 ílát við hvert heimili. Það verða 240 lítra tunnur við hvert heimili, önnur fyrir óflokkað almennt sorp, hinn fyrir endurvinnanlegt. Svo verður sem sagt ofan í þá öðru annarri tunnunni verður ílát 30-40 lítra undir lífrænan úrgang sem verður haft ofan í tunnunni fyrir almennt sorp. Og lífrænum úrgangi verður safnað 2 sinnum í mánuði yfir sumartíma og 1 sinni í mánuði yfir vetrartíma. En í dreifbýli verða 2 ílát við hvert heimili, óflokkað almennt sorp fer í sambærilega 240 lítra tunnu og allt endurvinnanlegt í 660 lítra ílát. Lífrænt sorp er sett í jarðgeratunnu sem að íbúum í dreifbýli verður í sjálfsagt sett hvort þeir taki til sín, sem sagt í jarðgeratunnu. Þeim verður þó ekki heimilt að setja lífrænt í almenna tunnuna. Íslenska Gámafélagið EHF mun sjá hirðingu sorps frá heimilum í þéttbýli og dreifbýli ásamt móttöku sorps frá fyrirtækjum og stofnunum, flokkun sorpsins og ráðstöfun þess. Verktakinn sér einnig rekstur móttöku og flokkunarstöðvar og meðhöndlun lífræns úrgangs. Og verktakinn sér líka rekstur og umsjón með urðunarstaðnum í landi Fjarðar í Lóni. Þar sem breytingar á sorphirðu og flokkun er að ræða, verða breytingarnar kynntar fyrir íbúum. Íslenska Gámafélagið EHF mun sjá kynningarnar fyrir íbúa í nánu samstarfi við sveitarfélagið. Það verða haldnir fundir ásamt því að útbúin verður bæklingur sem borin verður á hvert heimili. Og í bæklingnum verður farið yfir flokkun og hirðingu á sorpi og útskýrt hvernig kerfið mun virka. Og upplýsingar verða settar inn á heimasíðu sveitarfélagsins með spurningum og svörum varðandi flokkun og sorphirðu og þar mun íbúum einnig gefast kostur á að senda inn fyrirspurn og fá svarið henni.
Sjálfsafgreiðsla fyrir endurvinnslusorp er opin utanáknunartíma móttökustöðvar hér eftir sem hingað til í Gárunni og í umræðunni er að koma fleiri móttökustöðum eða gámaportum í dreifbýli. Fyrirmyndin sem verið að skoða er sambærileg og sveitarfélög í uppsveitum Árnessýslu hafa. Það eru gámaport sem hafa takmarkaðan opnunartíma ef einhver vill losa sig við heila búslóð en það er síðan gönguhlið sem gerir það aðgengilegt allan sólarhringinn í sjálfsafgreiðslu að koma með allt smávægilegt og flokka í rétta gáma. Og að lokum þá er í framhaldi af þessari niðurstöðu í sorpmálum þá er hafin vinna við að endurskoða gjaldskrá fyrir sorpið. Takk fyrir það, Sæmundur. Orðið er laust. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er liður 6 í þessari fundargerð sem er slökkvibifreið í Öræfin. Þar er verið að breyta, lagt til að þessari seld bifreið sem er í Öræfunum og færði bíl af Höfn út í Öræfi og sem er bara ágætismál. En ég svona velti upp hvort að það þurfi ekki að fara almennilega ofan í saumana á brunavörnum eða þessum tækjabúnaði sem er í Öræfunum og í sveitunum hjá okkur. Þess að það hefur náttúrulega verið listi í gangi og sem að eldvarnafulltrúinn Borgþór hefur tekið saman og hefur verið farið yfir í tengslum við fjárhagsáætlun, en það eru svo mikla breytingar í sveitunum, svo mikið af nýju fólki, nýja byggingar, annað slíkt og þannig að ég svona velti fyrir hvort að þetta sé ekki mál sem að þurfum kannski að gefa aðeins meiri gaum og fara, og ég segi í tillögunum lagt til að það verði farið að huga betur að þessu og það er svona safnað fyrir nýjum hlutum, en ég allavega kalla eftir því að við fáum svona betri og meiri umræðu þetta mál. Það var ánægilegt að þessi fundur sem við erum að fjalla núna, hann var haldinn í Hofgarði í Öræfunum. Því miður gat ég ekki setja hann vegna persónulegra aðstæðna, en það er líka frábært að sjá það að það er skráð að það hafi margir mætt og verið miklar umræður og þetta er margt sem að brennur örugglega á Öræfingum og vafalaust kemur bæjarstjórinn að það í skýrslunni sinni á eftir. En ég held að þetta sé eitt af þeim atriðum sem við þurfum að skoða aðeins betur. Já, takk fyrir þetta, Ásgerður. Björn Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, ég ætla aðeins að taka undir akkurat þessa umræðu brunavarnir og fyrstu hjálp eða viðbragð í Öræfunum. Þetta er búið að vera málefni sem er búið að vera töluvert í umræðunni. Það er ánægjulegt að segja frá því að það er komin allavega gamall sjúkrabíll sem staðsettur í Öræfunum með styrk frá held ég Ísavía, ef ég man rétt, og einhverjum fleiri góðum aðilum og þannig að tækjakosturinn hefur allavega batnað til þess að veita fyrstu hjálp gagnvart þessum miklu túristaumferð sem þarna er, en það er vissulega alveg orðið spurning hvort að við, og ekki spurning, að vera orðið staðreynd að við þurfum kannski aðeins að fara yfir akkurat þessar brunavarnir og þau mál í Öræfunum akkurat út af þessu stóra hóteli og hugmyndum einhverja frekari uppbyggingu þarna á svæðinu, af því að hvernig við í raun og veru tæklum það, hvort að við tæklum það með einhverju svipuðu móti og við gerðum með kaupum á nýjum fyrstu hjálparbíl hér út á Höfn sem að leysir ansi margt. En ég er alveg tek undir það er algjörlega nauðsynlegt að fara betur ofan í þessi mál og hvernig við í raun og veru komum inn í framtíðinni til með að geta sinnt þessum málum og ekkert endilega bara í Öræfunum, held ég bara alls staðar í sveitarfélaginu. Við tölum það stundu þegar við erum að ræða gesti í sveitarfélagsins að við séum að tala og yfir 6.000 manns sem er á ferðinni í þessu 2.000 manna sveitarfélagi. Þannig að það er bara allir innviðir þurfa að horfa á þetta, bæði alveg frá lögreglu, heilsugæslu, læknum, slökkviliði, björgunarsveitum, sjúkrabíl og þetta allt saman. Þetta þarf alltaf að vera alltaf upp á borðinu hjá okkur. Mér langaði síðan að þessu sögðu aðeins að fagna því að enn og aftur hefur bæjarfélagið
sveitafélagið Hornafjörður svona stigin ákveðin skref sem ég held að sé okkur til mikil að sóma, og það er þarna í raun og veru með því að sækjast eftir að vera þátttakandi þarna í norrænu samstarfsverkefni sjálfbæra bæi, sem athygli okkar var vakin á að í gegnum Nýheima og þekkingarsveitir Nýheima og þær stofnanir sem þar eru, að þarna væri hugsanlega mjög svo áhugavert verkefni í gangi það sem við getum miðlað okkar reynslu og þekkingu í okkar stóra víðferma sveitafélagi við önnur sveitafélag á Norðurlöndunum, og inn í þetta verkefni er verið að veita 9 milljónum danskra króna á næstu 3 árum, og við erum ekki búin að fá svar það hvort okkur hefur við séum inni, en það er allan að komin upplýsingar það að þetta sé allt í lagi, og eða sem sagt það umsóknin sé mjög fín og flott, og það sé unnið að þessu, og ég held að þetta sé mjög áhugavert verkefni að taka þátt í, þannig að ég vek athygli á því. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið er ennþá laust í þessari fundargerð 815. Einhver sem býður sig fram. Svo er ekki, þannig að ég legg hana undir samþykki fundarins og bið þá sem er samþykki að gefa mér merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er að bæjarráð Hornafjarðar 816. Orðið er laust. Það er enginn sem biður sig hljóðs undir henni, þannig að fyrst að svo er ekki, þá ætlum ég bara að leggja hann undir samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa merki, samþykkt með 7 atkvæðum. 5. mál, bæjar á Hornafjarðar 817, eitthvað þar sem ég vilja ræða. Ræða þetta flest allt áður, og það er enginn sem biður sig hljóðs, þannig ég legg þetta undir samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki, og það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá erum við komin í 6. mál sem er síðast í bæjarstjórnarfundur, númer 238. Hún er lögð fram til kynningar, einhver sem vil tjá sig það. Svo er ekki. Og telst hún því samþykkt. Þá erum við komin í 7. mál, fundir bæjarstjórnar og bæjarráðs sumarið 2017. Ég ætla að leggja fram tillögu að bæjarstjórn verði í sumarleyfi í júlímánuði og legg til að bæjarstjórn veiti bæjarráði fullt umboð til að afgreiða mál þar til bæjarstjórn kemur aftur til starfa. Orðið laust. Og það er enginn sem biður sig hljóðs, þannig að ég legg þetta samþykki fundarins og bið þá munu samþykkir að gefa mér merki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá erum við komin í 8. mál sem er ársreikningur HSU fyrir árið 2016. Ársreikningur HSU Hornafirði var lagður fram og samþykktur í heilbrigðis- og öldrunarnefnd 29. maí síðastliðinn. Afkoman að rekstri stofnunarinnar á árinu 2016 var jákvæð 3,7 milljónir króna samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé stofnunarinnar í árslok var neikvætt 4,8 milljónir samkvæmt efnahagsreikningi. Vísaði til ársreikning varðandi ráðstöfun afkomu ársins og aðrar breytingar á eigin fjárreikningum og annarra breytinga á eigin fjárreikningum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi ársreikning. En orðið er laust. Það er enginn sem biður sig hljóðs, þannig ég legg þetta undir samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Ársreikningur HSU 2016. Þá erum við komin í 9. mál. Það er gjaldskrá fyrir hundahald í sveitarfélaginu Hornafirði. Í samræmi við samþykkt hunda í 6 sveitarfélögum á starfsvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis, númer 933.
Í samræmi við það hefur verið unnin gjaldskrá vegna hundahalds í sveitarfélaginu Hornafirði. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki gjaldskrána. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér ljós, þannig ég legg þetta undir samþykki fundarins og bið ykkur að gefa mér merki sem samþykkir. Það samþykkti með 7 atkvæðum. 10. mál, gjaldskrá fyrir kattahald. Í samræmi við samþykkt kattahald og gæludýrahald annarra en hunda á starfsvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 912 hefur verið unnin gjaldskrá vegna kattahalds í sveitarfélaginu Hornafirði. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki gjaldskrá fyrir kattahald í sveitarfélaginu Hornafirði. Við þá orðið laust reyndar fyrir ekki við. Það enginn sem kveður sér ljós, þannig ég legg þetta undir samþykki fundarins og bið ykkur að gefa mér merki sem samþykkt. Samþykkt með 7 atkvæðum. 11. mál lögreglusamþykkt Suðurlands. Á síðasta ársþingi SAS var samþykkt að fela stjórn samtakanna að skipa starfshóp til að vinna að gerð sameiginlegrar lögreglusamþykktar fyrir sveitarfélög á Suðurlandi, utan Vestmannaeyja. Starfsstjórn SAS skipaði eftirtalda í starfshópinn Ástu Stefánsdóttur, Ágúst Sigurðsson og Björn Inga Jónsson og hópnum til ráðgjafar var Gunnar Örn Jónsson, lögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að vísa lögreglusamþykkt Suðurlands til annarrar umræðu. Orðið laust. Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, það getur bæjarfulltrúar. Ég elti fyrir mér í þessari lögreglusamþykkt að þetta sé bara framfara skref og ég eiginlega bara að tjá mig það mér finnst bara að ég verið ein lögreglusamþykkt fyrir landið allt. Mér finnst þetta eiginlega svo skrítið og bara að það sé hver hreppur eða hver sveitafélag með sér lögreglusamþykkt og eins og kom fram á ársþingi SAS að ferðamaðurinn veit nú ekkert hvenær hann er komin inn í að akkurat þegar hann kemur þarna yfir einhverja á eða yfir einhver skil að þar skildi hann aðra reglur heldur en hinum megin vana. Og öll sennilega erum við samt að vinna með svipað þess vegna skil ég ekkert með í Vestmannaeyingum að sameinast nú ekki með okkur í þetta hér fyrir þetta umdæmi, fyrir Suðurland allt. En svona bara langa alltaf að tjá mig það ég skil bara ekki til því að þetta skul ekki vera bara fyrir landið allt, bara ein samþykkt þegar maður rúmast þar inni. Já, takk fyrir þetta Ásgerður. Þetta sennilega gilt rútubílstjórann sem keyrði á 146 og sagði að það væri bara eðlilegt í Evrópu. Hann vissi ekki betur. En ég ætla að leggja þessa tillögu að bæjarstjórn vísi þessari lögreglusamþykkt til Suðurlands til annarrar umræðu. Ég ætla að leggja hana undir samþykki fundarins og bið þá sem samþykkir að gefa mér merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. 12. mál. Stórulág 2, óskum aðalskipulagsbreytingu og hefja vinnu við deiliskipulag. Umsókn Sigurðar Sigurfinnssonar dagsett 1. júní aðalskipulagsbreytingu á Stórulág 2. Jafnframt, þetta semst umsókn. Jafnframt óskað eftir heimild til að hefja breytingar á deiliskipulagi við Myllulegg lögð fram. Ég legg hana fram fyrir ekki. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að breyta aðalskipulagi sveitarfélagsins og heimila vinnu við breytingu á deiliskipulagi. Orðið laust. Það er ekki sem guðið sem ljós, þannig ég ætla að leggja þetta til samþykki fundarins og bið þá sem samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 13. mál. Umsókn lóð Hagaleira 10a, nú Hagaleira 16, sem þá væntanlega Hagaleira 16. Umsókn Jóns Inga Gylfasonar lóð að Hagaleira 16 lögð fram. Bæjarráð mælti með úthlutuninni. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki úthlutunina og orðið laust. Það er ekki sem kveður sér ljós, þannig ég bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 14. mál. Umsókn lóð að Júlatúni 21. Umsóknin var meðal 8 umsókna lóðina í framhaldi af auglýsingu lausar lóðir. Var umsókn Ásdísar dregin úr innsendum umsóknum.
Ég legg til að umsóknin verði bæjarstjórn samþykki ég legg til að bæjarstjórn samþykki umsókn Árdísar Ernu og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. 15. mál, umsókn lóða í Jólatúni 17. Umsóknin var meðal 13 umsókna lóðina í framhaldi af auglýsingum lausar lóðir. Umsókn Ásgríms var dregin úr innsendum umsóknum. Ég legg til að umsókn Ásgríms Jólatún 17 verði samþykkt. Og við þá sem eru samþykkir að gefa mér merki fyrir ekki þau. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 16. mál, umsókn Jólatún 10. Umsóknin var meðal 5 umsókna lóðina í framhaldi af auglýsingu lausar lóðir. Var umsókn Tómasar dregin, þetta er sem sagt umsókn Tómasar Ásgeirssonar fyrir ekki, þetta er svolítið asnalega uppsett hérna á blaðinu hjá mér. Já, það er sem sagt umsókn Tómasar Ásgeirssonar lóð Jólatún 21. Já, það stendur nú samt 21 hérna, en það er sennilega 10 rétt hjá þér. Bara aðeins að breyta þessu hérna. Það er þetta rétt. Tómasar Ásgeirssonar lóð að Jólatúni 10. Umsóknin var meðal 5 umsókna lóðina í framhaldi af auglýsingu lausar lóðir og var umsókn Tómasar dregin úr innsendum umsóknum. Ég legg til að umsóknin verði samþykkt af bæjarstjórn og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 17. mál, það er lóðarúthlutun að Jólatúni 19. Umsókn Ólafar Þórhöllu Magnúsdóttur lóða að Jólatúni 19. Það er greinilega verið svolítið mikið copy-paste hérna. Umsóknin var með 2 umsókna lóðina í framhaldi af auglýsingu lausar lóðir. Var umsókn Ólafar Þórhöllu dregin úr innsendum umsóknum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki umsókn Ólafar lóð að Jólatúni 19 og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 18. mál, umsókn lóð að Bugðulegri 7, umsókn frá Mikael EHF lóð að Bugðulegri 7 lögð fram. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki umsóknina og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 19. mál, umsókn lóð að Álaleiru 9, umsókn Mikaels EHF lóð að Álaleiru 9 lögð fram. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki úthlutunina og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 20. mál, umsókn lóð að Álaleiru 11, umsókn Mikaels EHF lóð að Álaleiru 11 lögð fram. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki umsóknina og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Mál nr. 21 er umsókn lóð að Fákaleiru 7, umsókn Róslínar Ölmu Valdemarsdóttur lóð að Fákaleiru 7 lögð fram. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki umsóknina og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Samþykkt með 7. 22, það er umsókn lóð að Hagaleiru 10, nú Hagaleiru 14. Umsókn Sædísar Aspar Valdemarsdóttur lóð að Hagaleiru 14 lögð fram. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki umsóknina og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 23. mál, umsókn lóð að Álaleiru 8. Umsókn Skynjajar Þinganes lóð að Álaleiru 8 lögð fram. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki umsóknina og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 24. Þá erum við komin í kosningar í stjórn og ráð, kosningar í stjórnir, ráð og nefndir, kjörtímabilið 2014 til 2018. Lovísa Rósa Bjarnadóttir hefur lokið 9 manna fæðingarorlofi og tekur því aftur sæti í bæjarstjórn.
Ég legg til að Lovísa Rósa Bjarnadóttir verði forseti bæjarstjórnar og varaformaður bæjarráðs. Páll Róbert Matthíasson verður varamaður Lovísu í bæjarráði og fyrsti varamaður í bæjarstjórn. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki tillöguna og þeir sem eru samþykkir megi gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Og þá erum við komin í 25. mál sem er skýrsla bæjarstjóra og það er Björn Ingi Jónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Við héldum áfram í þessu mánuði vinnu við skoðun á kostum og göllum þess að sameina sveitarfélögin 3, sem sagt sveitarfélag Hornafjörð, Skaftárhrepp og Djúpavogshrep. Í tengslum við það fórum við að óskuðum við eftir og fengum fund með innanríkisráðherra til þess að ræða í raun og veru áherslu sem þessi hópur hefur sett fram í því að ef að kemur til sameiningar þessar sveitarfélaga þá þurfum við að reyna að fá einhvern stuðning meðal annars frá hinu opinbera, innanríkisráðuneytinu í verkefni sem við teljum afar brýn til þess að auka íbúa jafnræði, og það hægt að nefna til dæmis 3 fasa rafmagn og ljósleiðara eða internettengingar, ljósleiðara eða aðrar háhræðnistengingar í öllu þessu stóra og víðfeðma sveitarfélagi. Og það er kannski skrítið fyrir okkur en að því langmestur partur á okkar sveitarfélagi hefur yfir 3 fasa rafmagni að ráða. En það er reyndar ekki með þennan stað sem við erum stödd hér á í dag, að hér í Lóninu er einungis sagt að hafa einfasa rafmagn með þeim ókostum sem því fylgir í tengslum við mögulegar uppbyggingar í atvinnu og ferðaþjónustu. En þetta varla þekkist í hinum 2 sveitarfélögunum, nema bara í þéttbýlissvæðunum, þannig að þetta er mikið verk sem er eftir þarna og samkvæmt áætlunum RARIK eru ekki á, held ég, fyrir